Þessi engin annar en Rikki G, sjónvarpsmaður, útvarpsmaður, skemmtikraftur, lýsandi og margt fleira. Vertu velkomin. Takk fyrir það, drengir. Takk hérlega. Gaman að sjá ykkur með þér. Sömuleiðis. Þetta er heimilislegt maður. Shit maður. Ég var alltaf reyns í gangi sem Mér grunaði þetta svo sem, þannig ég er búinn að missa hökun í gólfi einu sinni þessari viku, það gekk ekki eftir. Fyrsti leikur kvöldsins kominn. Hann að tefla á móti, ég veit ekkert hvað þetta er, Nonni, já. Það byrja vel. Þetta er algjör veist. Enski leikurinn Nei, það? hann leik svo sétri og svo sétri. Já. En veitu, af hverju má hann setja hann að rassus út hérna? Já. Hvað, Það er bara framöndan, það er áhörundur. Er þetta biskupið? Nei, Nei, riddarinn. þetta er riddarinn. Við hefum kannski hægt að fara yfir reglurnar fyrirfram. Nei, Sko- we learn as we play. Já. En veitu, hann var... Ég ætla einmitt að við glemtum að nefna það að við ætlum að vera á mánudaginn. En þetta er í fyrsta sinn í sögu Kata sem að gesturinn okkar meiddist. Já. Og Það var þú íþróttameiðsli. útskýrir fyrir fólkinu í landinu, þú ert búinn að segja þessu viðtalandi brennslífur þá sem hafa ekki hlustað á það viðtal. Hvað gerðist? Herru, ég var þá að spila helvítis drasl, hann tók mig hérna. Ég skal segja þér eitt, hann er að hóta núna skákum átt í einum leik. 1 hour later. En já, þú veist að tala um hvað gerðist með helgina. Já. Herru, við vorum stödd í, ég var að skemmta. Já. Byrjar að veistastýra eftir á fullu, var að veistastýra á Ásatíð og DJ, tek stundum slætt 2 flugur inn í höggi. Já. Og eftir það, þá förum við, eftir skemmtuna, þá fer ég í heimahúsa sem kona mín er, staffapartí. Já. Og hjá henni, bara í boð. Og við förum að spila svona pubquiz. Já. Og já, gekk vel, og strákunum út í stelpum og gekk vel nema að svo í einni góðri hugmynd þá fær einn stór gæi þá hugmynd að taka mig á háhest. Já. Og ég viðurkenni það, ég var ekki edrú. Og Þú varst ekki edrú? eins og ég sagði í viðtalinu, ég er ekki Einstein edrú. Nei. Hvað þá þegar komið nokkrir í mann, þá vill ég oft til með að vera ansi hvatvís. Þú ert ekki að kljúa Adam þegar þú drugginn. Nei. Og hvatvísin hefur oft fellt mig en aldrei eins mikið á þarna. Ég fer semst á háhest Já. og ég veit ekki hvort að gæinn missi eitthvað svona lappirnar hans fram fyrir sig. Nefnum áður en ég veit að þú eru búin að skalla eitthvað borð Já. og skalla gólfið. Og ég segi svo Chris Tucker, you got knocked the fuck out! Og ég er basically út í 30 sekundur og þetta er fyrst skipt sem ég rótast. Ég hef aldrei fengið þá tilfinningu og þetta er mjög sérstakt. Já. Og þegar ég vakna þá bara svona fossar allt og 3 spor í vöruna. Rétt svona byrjar að geta að tala á þess að vera svona smámæltur. Já. Og helviti mikill hausverkur. Já. Orðum það þannig að þeir sem hata mig, þeir heldu þjóðatíð á sunnudaginn. Já, ég heyrði mig sko, ég bý í blokk sko, það var verið að syngja trallar í búðum sko. Það var flaggað, það var spilað sko þvílíkt há tónlist, það var skála í sko alls konar bjórum, menn hafa aldrei haft það sko. Nei, ég trúi Í miður. Þetta var góð dagur fyrir ég að heyris. Helvíti góður. Í miður. Maður. Óþægilegasta moment í beinni útsendingu sem þú byrjar að lýsa. Óþægilegasta moment í beinni útsendingu sem ég byrjaði að lýsa. Sko. Þessi góð. Já, þessi geggjuð sem ég byrjaði að lýsa. Ég þurfti einu sinni að vera í pitch black í beinni, ekkert svona, ég var ekkert búinn að vera svo lengi að lýsa. Þá var ég að lýsa Manchester United Southamptonum, það fer eitthvað gervinöttur og ég er að lýsa engu í svona 38 mínútur. Það er bara svartur skjár. Og sást þú, Við fengum ekki fyrir auglýsingar, við þurftum að vera í loftinu. Þannig ég var að tala um, ég var að tala um fjölskylduna mína og ég var að tala um veðrið og hvernig veðurspáin væri framundan og þetta var það einhverju algjöru kómi. En mér er aldrei svona liðið eins illa. Bara á ævinni. Svo auðvitað, og í einni útsendingunni þá var ég með messuna og þá gerist það oft, þá var ég búinn að vera lélegur í mataræðinu eins og gerist mjög oft. Og já, ég horfði á þetta þá. Já, og Jóhannes Karl og reynir með mér og lét ég oft einn rífa sko, ég held að það myndi ekki heyra sko, nema það heyrðist ekki í kameru, nema þeir heyrðu þetta. Nema Reynir Leósson fyrir svo rosalegt hláturskast að þurfti að kötta útsendinguna. Ég man eftir þessu. Það var rosalegt. Það var líka helviti að það var kaldur sviti moment. Já. Það er í síðast skipt sem ég láti rífi í beinni útsendingu og ég er ekki að gera það hér endur. Hversu graður er Richard Scarlett veitir við tí? Viktor Leo. Erum við að tala um núna eða? Sko, núna ertu væntanlega 10. Sko, ég viðurkenni að ég er ekki graður í þessa skákina sko.
Þetta er ekki 10 núna? Nei, ég er alls ekki 10 núna sko. En málið er það, ég hef sko vita náttúrulega ekki það, ég er heldur lár í testa og ég er í svona smá svona dæmi á innkirtlafræðingi maður fari í svona smá inngjöf þannig ég er ekkert sérstaklega kynferðislega virkur sko. Nei, ég skil þig. Þú veist, jú, alveg innan, þú veist, sagði ég kynferðislega virkur, já, ok. Ertu ekkert að rífa í skjaldtöskuna? Nei, sko, jú, ég er bara eins og venjulegur maður, ég trú ekki sér að tala um kynlíf í einhvern skákþætti helviti, Jesus Christ maður. Þá er fókið flest. Já, fókið flest. Nei, ég, sko, svona, ef ekki að segja, ég sé bara meðaltal 6,57. Já, flott. Ég er bara meðaltal, já. Og stundum dettur þetta í 9, það er yfirleitt samt eftir jam, sko. Þá er ég hættilegur, sko. Líklega ekki á laugardaginn samt. Nei, og ekki á sunnudaginn heldur, sko. Og það líka, ég var ekki það vinsæll heima hjá mér að ég geta reynt, sko, ég geta basically keypt allt, ég geta keypt siglingu í Karabíska ef ég ekki voru heppinn þá, sko. Herru, þú getur dreipið drottningur á svona? Hérna. Getur eitthvað sagt okkur frá því þegar hann var mökkaður í abagarinn á Tenerife? Já, wow. Shit. Herru, það var líka á sopanum bjóri hér. Herru, hérna, sko, þetta var ekki, sko, þetta var enn einn hugmyndin sem er svona góð, eða sem maður heldur að sé góð, en hún er allan tíma vond. Já, og sko, hver var hugmyndin? Hugmyndin var svo að við ætlum að taka day of fun, strákandir. Ég, Gilsi, ég held að Mæka hafi verið þarna með okkur. Ekki gott. Ekki gott, ég veit hvað þetta er. Þetta er Elska það sko. Herjá, ok, allavega, þá átti að vera day of fun. Þá var United Liverpool innan dag. Já. Og það var ekki búið að ganga neitt sérstaklega vel hjá United og búið að ganga alveg þokkalega á Liverpool nema þetta var frekar góð, svona stór leikur. Nema Gilsi vildi reyna að breyta það $1 í 2 og hann var svo ógeðslega svona, hann var svo mikla trú á þessu. Já. Og við erum á svona skemmtilegri síðu svona nokkrir félagar. Já. Og margir púlarar þarna fárveikir fárveikir púlarar nema Egill svona kallar það út og fer í fullt af bettum við þá. Ok. Tekur bara svona 50 kallin þennan, 50 kallin þennan nema áður en að Gilsana veit þá var þetta bara búið að eskuleitast í nokkur 100.000 sko. Já. Bara heyrðu fokk maður, það var bara allt undir. Og ég fyrir bara að vera fáralega stressað fyrir hans hönd, ég var ekki með 1 krónu á svona leik sko. Nei. Ég var bara með svo mikið stressað fyrir hans, við mættum snemma á sportpubbar rétt í móti hótelinu okkar. Nema það var bara svo gaman og United vann þennan leik og við keyrðum bara í okkur, við vorum með Strawberry Daiquiri Frozen sem er drikkurinn okkar þarna, fengum okkur mikið af bjór og áður en ég vissi af, þá var ég orðinn helviti hress. Já, það ekki. Þegar svo komu konurnar, það bara, hefur ekki að fara að gera eitthvað núna, við erum búin í fótbolta, hefur ekki að fara í abagar eitthvað, ég bara, jú, þvílíkt til ég að fara innan abagar sko, áður en ég vissi af sko, verið farin að klappa öllum viltustu dýrunum með hann í abagarinn, sem náttúrulega stranglega bannað að gera sko, og nánast var hann að setja hendinin í búr í eitthvað mannættu abið þarna sko, basically að rétta honum hendina sko, frúin fór með mig eins og 9 ára krakk út úr garðinum sko, en Gilsarinn er ákaflega gaman að þessari ferð og hann er ennþá að hlæja henni. Já. En svo einhverjum 2 árum setna fórum við aftur og þá fór ég í abagarinn og þá passaði ég að fara til þess að njóta gassins. Ertu klár, Richard, í hraðaspurningar? Rétt. Það byrjum við bara, finnastu vinniðinn? Egill. Uppáhaldsstaður í fríi? Tenerife. Golf eða fótbolti? Aldrei aftur. Aldrei aftur að horfa á fótbolta eða aldrei aftur að spila golf? Aldrei eftir að horfa á fótbolta. Shit. Uppáhaldsmatur? Pizza. Uppáhaldsdrykkur? Bjór. Skák eða borðtennis? Borðtennis. Besti fótboltamaður sögunar? Messi. Besti fótboltamaður sögunar á Íslandi? Fuck, þessi er góð. Já. Besti fótboltamaður sögunar á Íslandi. Egill Smári Guðmundsson. Egill Smári Guðmundsson. Uppáhaldsúsastöð? Útvarpsstöð? FM. Já. Og hvað nú? Hann ekki búinn að gera það? Nei, nú er hann að hugsa. Þetta leist. Er ég að láta Íslandsmeistarann að hugsa? Þetta er langbesta skákinn í kvöld, so far. Já, ég er eðlilega, þú veist. Hann Hver er að bjóða jafn? Já, tökum við því. Já, alltaf er þetta ekki einhver Íslandsmeistari? Jú. Lappar yfir það. Herru, hann lappar ekki henn út með 0 skor. Nei. Það er ekki svoleiðis. Aldrei telt á æfi. Aldrei telt á æfina. Já. Hálfur punktur Íslandsmeistara. Takk. I'll take it. Þykk það. Já. Líkum langaði ég kalda núna, sko. Ok, við erum klárið. Leifur hendi piðinu hérna beint upp í miðjum, fljótur og svara, það komið 2 peð, beint í borðið þetta og Rókur, nei þetta er ekki hvað, Rókur er komin þetta á að piða, þetta er allt og rætt, þetta er bara mínúta, drottningin hérna og þetta er búið að drepa fyrsta gæðan,
Ég hef aldrei við það leið, sko. Ég held að líka hann var aldrei satt rétt á kalli.